Nú erum við stödd á Hvolsvelli í Rangárþingi eystra og við ætlum að tala um hana Gunnhildi sem var ein af þeim sem að saumaði 90 metra langan refil Njáls sögu sem spannar alla söguna og við ætlum að fá að vita aðeins meira hana. Það eru til 1000 ára gamli reflar í heiminum ennþá. Það er einn í Frakklandi, Bayeux-refillinn. Hann var saumaður 1066 og hann er enn nokkuð heill og til sýnis og við viljum náttúrulega það sama fyrir okkar refil. Við byrjuðum að sauma 2. febrúar 2013 og kláruðum 15. september 2020. Og síðan gerist það í maí árið eftir, í miðjum heimsfaraldri, þá skrifuðum við undir leigusamning við Lava Center, sem er hérna í Hvolsvelli, eldfjallasetur. Og við skrifuðum undir leigusamning og tókum á leigu það bil 280 fermetra og leigusamningur til 15 ára. Og það var bara fljótlega farið í það að hanna sýninguna. Við fengum hana Elínu Mjöll Lárusdóttir sem er arkitekt og er stelpa héðan frá Hvolsvelli til að hanna og hún gerði það í samvinnu við úti og inni arkitekta. Og svo var nú liðið á sumarið og þá hafði eigandi Lava Center samband við okkur og bað okkur að aðeins að fresta framkvæmdum því að það væri komið svolítið nýtt til sögunar og það var svona hugmynd að það voru einhver sem hefðu sýnt áhuga á því að kaupa húsið jafnvel og svo var líka áhuga á því að setja upp mathöll þar sem að við vorum búnar að leigja húsnæði sko. Og þar hafði áður verið veitingastaður í húsinu en það hefði ekki gengið nógu vel í byrjun. Nú já, við erum auðvitað við því það er auðvitað spennandi að það bætist eitthvað við hérna á staðnum á Hvolsvelli og auðvitað vildum við fá mathöll en svo eins og við vitum þá er ástandið búið að vera eins og það er og það var kannski enginn sem að hafði mikinn framkvæmda vilja svona til að drífa í að fara af stað strax en við vitum hvernig sumarið í sumar 22 er búið að vera mjög mikið að gera og nú held ég að menn séu tilbúnir til að fara af stað og ég er nýlega búin að heyra í eiganda hússins, Lava Center, og hann segir að það sé áhugi fyrir að fara að byggja hótel við hliðina á Lava Center og þá muni hann líka byggja við Lava og byggja sér húsnæði yfir refilinn. Þannig að það verður bara alveg, það rætast allar okkar óskir. Þetta var það sem við sáum alltaf fyrir okkur og vildum náttúrulega helst að fá bara sér húsnæði fyrir hann. Þar sem við ætluðum að vera inn í Lavan til að byrja með var frekar þröngt og refillinn yrði svona einhvern veginn sikk-sakk og ekki hægt að sjá hann svona allan og bara fá þetta vá þegar maður kemur inn og sér hvað hann er stór. Þannig að já, það er hægt við það að hafa hann í hlykkjum og við ætlum að hafa hann bara í hring eða eitthvað. Við höfum eftir að ákveða það alveg en það verður gert fljótlega. Það var þannig að Kristína Bengtsson, samstarfskona mín, hún fékk þessa hugmynd í byrjun árs 2012 eftir að það var búið að sýna frá Vatnsdælareflinum á Blönduósi í sjónvarpinu og þá langaði okkur að fara að sauma Njáls sögu á refil og við fórum norður og skoðum refilinn þar og fengum mjög góða aðstoð og kynningu á því og svo höfðum við samband við hana Kristínu Rögnu Gunnarsdóttir sem er bæði teiknari og rithöfundur og frábær manneskja og hún tók að sér að teikna allar þessar myndir sem er í reflinum og það er ekki lítið verk, hann er 90 metra langur og þetta gekk allt saman mjög vel, við fengum styrki og aðstoð og við byrjuðum að sauma 2. febrúar 2013 og síðan var bara að sauma næstum því stanslaust í rúm 7 ár. Í sögusetrinu á Hvolsvelli er verið að sauma Njáls sögu á 90 metra langan refil.
Kristín Ragna Gunnarsdóttir hannaði og teiknaði myndirnar og það óhætt að segja að verkefnið hafi þegar veitt bæði heimamönnum og ferðalöngum ómælda ánægju. Enda vel að verki staðið á allan hátt. Hvernig stendur því að þú ert að sauma hérna í kvöld? Bara því mér finnst það gaman. Hefurðu komið oft áður? Já. Hvenær byrjaðirðu að sauma? Bara þegar það byrjaði. Mættirðu bara strax fyrsta daginn? Nei, ekki alveg. En næstu því kannski? Já. Þetta er náttúrulega lítið samfélag og allir vita af þessu og ég hef búin að vera á leiðinni og loksins fórum við. Maður verður að prófa þegar það komið eitthvað svona spennandi verkefni í sveitarfélagi. Það hefur búin að vera heimafólk og það hefur verið unglingar og það hefur verið útlendingar og það hefur verið fólk víða frá Íslandi og já, út allan heim sem við komum að sauma hérna. Það er komið rúmlega 5.000 manns að sauma á 2 árum og það er svolítið slatti. Og við erum hér til að sauma og fólk fær svona vilja koma aftur og aftur og aftur og það er það sem er svo skemmtilegt.